Hæ, dúllunum mínar. Sko, málið nú lesa ykkur það sem ég að pæla. Þetta podcast, ég ætla að segja podcast fátækamannsins, en mér langar ekki að segja þessi fátæk. Þannig að podcast konunar sem ekki búin að græja podcast-græjur. Það var ykkur að benda mér á, ég veit af podcastuðinni og ég veit af eitthvað rægt að fara upp í FB eða eitthvað svona. Málið ég held að ég þurfi að eiga græjur út af því podcasti kemur til mín og þá þarf ég bara að geta tekið upp. Ég veit ekki alveg hvort að það að fara á eitthvað stað og vera búin að ákveða fyrirfram hvað ég að fara að tala um. Ég held að væri svo mikil pressu, ég veit ekki alveg hvort ég myndi höndla það. I don't know. Skiptir ekki máli, ég ætla ekki að tala um það. Mér langar að tala um fucking Instagram. Ég ætla bara að segja ykkur það sem ég að hugsa. Með til dæmis stjörnuspekina. Það er búin að vera núna upp á síðkast að gera fullt tungl og nýtt tungl og eitthvað svona blogga og eitthvað. Og mér finnst það alveg gaman, en ég er samt ekki að njóta mín alveg nóg mikið. Og ég held ég þurfi að finna svolítið hvar minn áhugi liggur í því öllu. Mér finnst skemmtilegast að skoða einstaklingskort, stjörnukort hjá fólki og vera að lesa fyrir fólk og gefa því innsýn inn í sig og sinn hugarheim og líf og eitthvað. Mér finnst það vera það sem að gefur mér eitthvað og að heyra hvernig fólk upplifir lesturinn sem ég gef þeim og eitthvað. En á sama tíma ég með eitthvað svona, ég upplifir svo mikla pressu að þurfa að vera á netinu og að þurfa þetta er allt innan gæsalapp og því þarf ekki að gera neitt. Ég ræð mér algjörlega sjálf. En þessi þörf eða þessi tilfinning að ég þurfi að vera á netinu og ég þurfi að vera á TikTok. Og til þess að gera TikTok rétt, þá ekki nóg að ég sé bara ekki að mæta og segja sem ég vil segja og fara. Ég ætti innan gæsalapp að vera að kommenta hjá öðrum og vera bara eitthvað svona byggja eitthvað samfélag. Ég veit ekki með það. Ég er nefnilega pínu ósammála því að vera í símanum, en ég samt á sama tíma eitthvað svona TikTok er ekki betri staður bara því ég er ekki þar. Ég held very humble, ég er að segja mjög humble. Ég held að það og efnið sem ég gef frá mér á TikTok allavega, ég vona það sé að gera TikTok að betri stað, og svona ekki mynd, að betri stað eitthvað svona, að það er eitthvað, ég hef eitthvað að segja og ég vil deila því og hugmyndina mínar og það sem ég vona að þetta gefi frá sér er bara ást og kærleikur og aukið umburðarlyndi og aukinn skilningur fyrir náunganum sem er eitthvað sem við þurfum mjög mikið finnst mér í samfélaginu núna, meiri ást og meiri sambönd og svona meiri tengsl í staðan fyrir það sem eitthvað svona verið að rjúfa tengslin okkar og eitthvað jafna, skilurðu. Fólk að það er allt að gerast, skilji. Það er svolítið málið. Það er rosalega mikið að gerast og það er svolítið margir að segja rosalega mikið ljótt. Og ég er með ósammála því að segja rosalega mikið ljótt. Þannig að það að ég fari þegar ég hef eitthvað fallegt að segja, ég hef rosa fallegt að segja, finnst mér, eða allavega er ég er ekki að segja mikið ljótt, þannig að það að ég myndi fara af TikTok, þá væri bara eitthvað svona einum færri
sem að segja eitthvað fallegt. Hvað ég meina? Og ég ekki að segja að ég sé að halda TikTok uppi eða eitthvað svona, en ég held þið skiljið. En á saman tíma eitthvað svona, ég vil ekki vera ástæða fyrir að fólk ennþá á þessu appi. En fólk frá að vera á þessu appi saman hvað, eða hvað, skiljið, ég veit það ekki. Þannig að það svona TikTok tókstreitan í hausnum á mér í rauninni. Svo með Instagram, brother. Ég upplifir rosa mikla pressu sem ég að setja á mig sjálf. Ég að setja mig sjálf og ég að bera mig saman við aðra stjörnuspekinga sem búin að gera það lengur og eru með svona sitt dæmi. Ég held ég bara eftir að finna mitt dæmi og ég þarf að finna svolítið taktinn í því að gera það sem að ég vil og það sem ég svona brenn fyrir. Og hvort ég þurfi mögulega líka að halda áfram að gera tunglin til dæmis og það eitthvað, þú veist, það líka að ef ég ætla að gera þetta á atvinnu, þá líka bara sumir hlutir sem ég ekkert að fara að brenna jafn mikið fyrir til þess að halda þessu gangandi sem einhvers konar business, viðskipta pælingu. Ég veit ekki alveg hvað business á íslensku, eða þú veist, það eru viðskipti, en ég nenni ekki alveg að þýða það núna. Ok. Má ég líka bara vera mannleg og sletta smá? Er ég að biðja of mikið? Ég vona ekki og ég ætla að gera það og ég mun gera það. Þannig að þetta eru svona mína pælingar. Mér langar svo mikið í podcast og ég hef svo mikið að segja og ég hef svo mikið að pæla. Og mér langar bara að fá að opna umræðina. Ég er ekki að opna henni umræðinu um það sem ég vil segja. Ég skapa rými fyrir mig til þess að tala á netinu meira í rauninni. En já, með Instagram. Það líka sameinaði ég aðgangana mína. Þannig nú er ég bara að nota stjörnuspeki aðgangi minn. Ég er bara astró. Og ég ápínu erfitt með það að upplifa svona sem ég get ekki bara sett hvað sem ég er og mér langar að deila svo miklu en á sama tíma langar mig ekki að allir viti allt sem ég er að gera og ég er svo ósammála því, eða ég er ekkert endilega ósammála því en bara ég vil ekki vera að lifa mínu lífi til þess að sýna öðrum það. Mér finnst það eitthvað skrítið. Mér finnst það ekkert endilega skrítið, þú veist, ég skila alveg, en ég vil ekki gera það. Ég vil ekki fara til útlanda eða hitta vinkonum mínar til þess að sýna öðrum að ég fór til útlanda eða hitti vinkonum mínar, fattu. En á sama tíma vil maður líka bara deila gleðinni. Þannig að ég er rosa mikið út allt með þetta allt saman. Og svo hefur mér langað bara að fara af þessum uppum for real, bara ágríns. Alveg. Taka alveg. Vera ekki til á netinu. Mér finnst það hljóma frekar sexy, En svo er ég bara eitthvað, það raunhæft? Og ég held ekki, sérstaklega ekki ef ég er að reyna að nota líka netið sem eitthvað svona, ég þarf að græða eitthvað peninga á stjörnuspeki og þetta er vinnan mín, ég ætla að gera þetta af atvinnunni minni, skilji ég. Og þá þetta er svo mikil vítarhingur að vera eitthvað svona, ég þarf að vera á Instagram og því allir eru á Instagram og það er allir á Instagram og því allir eru á Instagram og Instagram er deyjandi miðl, þetta er dautt og svo er ég að hjálpa þar, ég er að drepa þetta, ég er að drepa Instagram, ég er vondikallinn sem er alltaf að reyna að selja eitthvað. Fuck, ég er vondikallinn eitthvað fleira, ég veit það ekki. Já, mig langar ekki að kaupa mér podcastgræður og ég er fyrir heimsreisu, guys. Þannig að ef þið eigi podcastgræður, vil ég gefa mér? Ekki passa það fyrir ykkur? Kannski ekki. En kannski. Ég held að þessi hljóðgæði sé ekki nógu góð fyrir podcast, í alvöru podcast, Þetta er kannski fínt fyrir YouTube. Hæ, YouTube!
En podcast, það veit ekki bara. Ég er ekki alveg viss. Svo finnst mér sko eins og frægt er orðið því ég var í ástarsorg daginn og ég var að deila því með öllum. Ég er ekki í ástarsorg lengur. Bara svo þið vitið. Ég sæti bara eitthvað að hittast aftur. Og málið er þegar ég var í ástarsorg þá var ég bara, oh my god, ég hef svo mikið að segja, ég bloggaði. Fokkaði bloggaði mikið. Og ég er ekki að 3 blogga eitthvað. En ég var eiginlega ekkert búin að blogga síðan ég kynntist honum. Þegar ég var bara eitthvað svona skotin í strák og eitthvað, þá er eitthvað, ég vil ekki að allir viti hver í gangi hjá okkur. Þetta er okkar, skilur ég. Svo fyrir ástarsorg og þá er ég bara, ok guys, nú er þetta bara mitt, bara mín sorg. Nú ætla ég að segja öllum. Og svo núna erum við hittast aftur og ég er aftur í einhverju svona, ekki endilega það að ég sé ekki að skrifa og ég er alveg að skrifa bloggir, ekki að birta þig út af því ég vil ekki, mér finnst það að vera svo persónulegt. Og svo er ótrúlega magnað, stjörnuspeki, að ef ég set kortin okkar saman, eins og maður gerir, þá eru mjög margar plánitur hjá honum sem eru að virka 4. húsi mitt. 4. húsið er fjölskylda og rætur og heimili og það er svona persónulegasti partur af kortin okkar sem við svona við erum ekki beint að fela hann en þetta er svona það fá ekki allir að sjá þetta það fá ekki allir að koma heim til mín skilur við, þetta er mitt persónulegasta þetta er, haldur þessu fyrir mig ég vil fá pínu privacy hérna og hann virkar það svolítið þannig að mér varst það mjög magnað þegar ég sá það og það make sense. Og ég virkar svolítið 3. húsi á honum sem er samskiptahús og ég er alltaf bara getum við tekið fund? Ég elska að taka fund. Allavega, ég ætla ekki að segja ykkur þetta, skilur ég. Þetta er bara prívat og persónulegt milli mín og hans. Ekki segja neinum. Ekki segja neinum að ég sagði ykkur og ekki segja honum að ég sagði ykkur. That's weird. Allavega, það er bara gaman. Sætur skemmtilegur. Ég er sætur skemmtileg. Dæmi gengur upp, skil ég. Ok, ég held ég sé ekki með fleiri pælingar í bili. Ég er bara eitthvað tilbúin að byrja með podcast. En ég er ekki alveg viss ég sé tilbúin. Eða ég held ég átti mig ekki á ábyrgðinni og vinnunni sem felst í því. Og þarf ég endilega að gera það. Mér líður eins og ég þurfa ekki að fylgja reglunum og ég megi bara gera podcast eins og ég vil og fólk mun bara vilja hlusta á mig tala. Fattu þið? En ég veit ekki. Það verður bara líka bara að fá að koma í ljós. Hvernig er ég að gera gott podcast ef ég fæ ekki að gera lélegt podcast fyrst? Guys, gefið mér smá rými hérna til þess að vera bara frekar ekki búin að ná þessu. Þó kannski næði þessu eitthvað tíma. Ok. Þetta er lokið. Þetta er upphitun. Þetta er svona pre-podcast upphitun. Ok, bye, love you guys.